Verið velkomin á uppgjörsfund Skaga fyrir annan ársfjórðung og fyrri árshelming ársins. Að þessu sinni mun ég fara bæði yfir helstu áfanga á uppgjörstímabilinu og ásamt fjárhagslegu uppgjöri. En forsvarsmenn dótturfélaga, eða í það minnsta Guðný Helga og Brynjar, eru hér í salnum og munu ásamt mér vera til svara í lok kynningar ef einhverjar spurningar koma fram. En við skulum byrja á því að fara yfir það sem upp úr stóð á fyrri árshelmingi. Rekstur Skaga gekk að mörgu leyti vel fyrstu 6 mánuði ársins og nam hagnaður tímabilsins eftir skatta tæplega 400 milljónum króna. Afkoma af tryggingastarfsemi var áfram mjög sterk á fyrri helmingi ársins og var samsett hlutfall það lægsta síðan árið 2007. Afkoma af fjármálastarfseminni var undir væntingum og við sáum samdrátt í tekjum tæplega 9% á milli tímabila frá árinu áður, en það sem skýrist einkum af erfiðum markaðsaðstæðum sem hafa áhrif á sveiflukenndari tekjustrauma í fjármálastarfseminni. En fjárfestingartekjur þær voru talsvert undir okkar markmiðum á sama skapi á fyrri árshelmingi og munaði það mest þróun í skráðum og óskráðum hlutabréfum. En ávöxtun safnsins var þó nokkuð yfir viðmiðunarvísitölu á sama tímabili. Og á öðrum ársfjórðungi þá komu skipulagsbreytingar til framkvæmda í kjölfar stefnurýni félagsins, þar sem áhersla var lögð á einföldun, kostnaðarhagræði og tekjuvöxt. En hagræðingar aðgerðir þeim tengdum höfðu í för með sér nokkurn kostnað sem var gjaldfærður að fullu á tímabilinu. Þessar aðgerðir munu skila lægri kostnaðargrunni og stuðla að auknu hagræði að rekstri samstæðuna þegar horft fram á veginn. En við gerum ráð fyrir að þessar hagræðingaraðgerðir munu skila hagræði sem nemur 300 milljónum króna á ársgrundvelli og það að miklu leyti þegar komið til framkvæmda á öðrum ársfjórðungi. Grunnrekstur samstæðuna hélt áfram að þróast með jákvæðum hætti á öðrum ársfjórðungi og fyrri helmingi ársins og var það að mestu drifið af sterkum tryggingarekstri. Við sáum áframhaldandi tekjuvöxt eða 8% á milli ára og á öðrum ársfjórðungi náðu 12 mánaða tekjur samstæðunnar yfir 36 milljörðum króna í fyrsta sinn, en þetta var eitt af okkar 3 ára markmiðum sem við settum okkur í ársbyrjun 2024 og það ánægjulegt að sjá að því markmiði náð. Og að sama skapi jókst hagnaður af grunnrekstri á ársgrundvelli töluvert, líkt og sjá má hér hægra megin á glærunni. En færum okkur yfir í tryggingareksturinn. Afkoma af tryggingastarfsemi var áfram sterk eins og ég vék að áðan, bæði á öðrum ársfjórðungi og fyrri helmingi ársins. Sem fyrr segir var samsett hlutfall á fyrri árshelmingi 90,4% og það lægsta síðan árið 2007. Og í samhengi við það uppfærðum við horfur fyrir árið í framhaldi af því og eins og ég mun koma betur að hér á eftir. En tekjuvöxtur, hann var kröftugur áfram og áfram fjölgaði viðskiptavinum VÍS jafnt og þétt og það má segja að þessi árangur endurspegli öflugan undirliggjandi rekstur, góðan og arðbæran iðgjaldavöxt og markvissa áherslu á rekstrarhagkvæmni sem hefur gengið mjög vel að framkvæma á undanfarnum misserum. Og það loks líka gaman frá því að segja að helstu þjónustu og ánægjumælikvarðar hafa verið að þróast í rétta átt. En VÍS leggur mikla áherslu á framúrskarandi þjónustu eins og við höfum mikið áður og það að styrkja enn frekar tengslin við viðskiptavini allt land. Í fjármálastarfseminni var annar ársfjórðungur undir væntingum og drógust tekjur saman tæplega 9% frá sama tímabili árið áður. Þessi samdráttur hann skýrist einkum af þungu árferði á mörkuðum og kemur það fram í lægri þóknanatekjum, sérstaklega í markaðsviðskiptum, en að einhverju leyti í fyrirtækjaráðgjöf líka ásamt neikvæðum fjármunatekjum hjá Fossum.
Og horfur varðandi tekjur í fjármálastarfsemi fyrir ári voru uppfærðar í ljósi þessara þróunar og ég mun einnig fara betur yfir það hér á eftir. En afkoma Fossa á öðrum ársfjórðungi var neikvæð 146 milljónir króna eftir skatt, en vert að hafa í huga að nokkur innskiptiskostnaður féll til, bæði vegna forstjóraskipta og annarra starfsmannabreytinga, eða sem nemur fjárhæð 75 milljónir króna. En þrátt fyrir erfitt árferði að þá eru ljósipunktar. Við sáum eignastýringartekjur vaxa áfram og það er auðvitað virkilega ánægjulegt að sjá, og afkoma ÍVAF var jákvæð tæpa 40 milljónir á fyrri helmingi ársins. En til að bregðast við þessum aðstæðum sem eru í starfsumhverfi fjármálastarfseminnar, að þá var gripið til hagræðingar aðgerða á tímabilinu, bæði í Fossum og ÍVAF, en samanlagt þá lækka þessar aðgerðir kostnaði í fjármálastarfseminni 170 milljónir á ársgrundvelli, eða hátt í 6% af kostnaði starfseminni. Nú loks má geta að eignir í stýringu innan samstæðinnar eru nánast óbreyttar frá áramótum og námu 251 milljarði í lok tímabilsins. En víkjum nú að fjárfestingum, en eins og við komin áðan þá er ávöxtun þess undir okkar markmiðum það sem af ári, enda hefur ekki beint blásið billi af eignamörkuðum undanfarið og þá sér í lagi á innlendum hlutabréfamarkaði. Og á öðrum ársfjórðungi námu fjárfestingartekjur 396 milljónum króna og jafngildi það 0,8% ávöxtun og samanborið við 1,4% hækkun á viðmiðunarvísitölu. Það voru helst skráð og óskráð hlutabréf sem að drógu niður afkomu fjórðungsins og munaði það mest lækkun á virði Annata annars vegar og Oculus hins vegar. En fyrir hluti ársins hann kom betur út og námu fjárfestingartekjur 762 milljónum króna sem samsvarar 1,5% ávöxtun, samanborið við 0,6% hækkun á viðmiðunarvísitölu, en afkoma fjárfestinga að teknu tilliti til fjármagnsliða var hins vegar neikvæð 396 milljónir. Og fyrirtækjaskuldabréf vógu þungt í ávöxtun á fyrri hluta árs og áfram hefur verið dregið úr vægi hlutabréfa í safninu og í lok tímabilsins þá var vægi hlutabréfa komið í 27%, en vægi skuldabréfa stóð í 73% sem verður að teljast orðið nokkuð varfærið. En eins og fram hefur komið að þá kynntum við uppfærðar rekstrarhorfur fyrir árið sem var tilkynnt til Kauphallar í síðustu viku og ég fór yfir það stuttlega áðan, en tryggingarekstur VÍS hefur verið áfram mjög sterkur og þróun samsetta hlutfallsins hefur verið hagfelldara en áætlanir gerðu ráð fyrir og við hliðruðum því bilinu fyrir samsetta hlutfalli niður 2% stig og gerum nú ráð fyrir að ljúka árinu með samsett hlutfall á bilinu 90–93% með markmiði að vera undir 91,5%. Og að sama skapi að þá hafa tekjur í fjármálastarfseminni þróast á verri veg en okkar áætlanir gerðu ráð fyrir og við hliðruðum því tekjubilinu niður í 2,7 til 3,2 milljarða á árinu með markmiðum að vera yfir 2,9 milljörðum í tekjum af fjármálastarfseminni. Nú en eins og við höfum komið inn á nokkur sem áður að þá gefum við ekki út afkoma horfur varðandi ávöxtun fjárfestinga, en við birtum vænta ávöxtun í upphafi árs sem að við erum ekki að breyta yfir árið. En við skulum fara yfir fjárhagslegt uppgjör og byrjum á að fara yfir helstu rekstrarniðurstöður á öðrum ársfjórðungi, en hagnaður nam 730 milljónum og samsvarar það arðsemi eiginfjár upp á 12,9% á ársgrundvelli. Nú afkoma vátryggingarsamninga var tæplega 1,5 milljarður og dróst lítillega saman á milli ára, en þess ber að geta á síðasta ári að þá féll til einskiptis tekjufærsla upp á tæpar 260 milljónir
vegna aflagðrar starfsemi í erlendum endurtryggingum. Og hreina vaxtatekjur voru 131 milljón og uxu 42% á milli ára. Þóknanatekjur voru 518 milljónir og lækkuðu 21%, en samdráttur skýrist meðal annars af dræmum tekjum í fyrirtækjaráðgjöf ásamt krefjandi markaðsaðstæðum á öðrum ársfjórðungi eins og ég vék að áðan. Og hreina fjárfestingartekjur voru neikvæðar 207 milljónir á fjórðungnum og hreinar rekstrartekjur voru því samanlagt tæplega 2 milljarðar og lækkuðu ríflega 200 milljónir á milli ára. Og rekstrarkostnaður nam 890 milljónum og stóð í stað á milli ára og skattur var neikvæður 306 milljónir. Niðurstaðan var því hagnaður eftir skatta upp á 731 milljón sem er ríflega 240 milljónir lægra samanborið við annan ársfjórðung síðasta árs. En helstu niðurstöðu fyrri árshelmings má svo sjá hér, en hagnaður á tímabilinu var tæpa 400 milljónir og arðsemi eiginfjár því 3,4% á ársgrundvelli. Afkoma vátryggingarsamninga var tæplega 1,6 milljarður og jókst rúmlega 130 milljónir á milli ára. Hreina vaxtatekjur voru 285 milljónir og uxu 43% á milli ára. Og þóknanatekjur voru rúmlega milljarður en drógu saman 12% á milli ára í erfiðu markaðsumhverfi. Og hreina fjárfestingartekjur voru neikvæðar 490 milljónir á fyrri helmingi ársins en batna þó ríflega 740 milljónir á milli ára. Hreinar rekstrartekjur voru samanlagt tæplega 2,6 milljarðar og jukust 45% frá fyrri helmingi síðasta árs eða tæplega 800 milljónir á milli ára. Nú rekstrarkostnaður nam ríflega 1,7 milljarði og stóðu nokkurn veginn í stað á milli ára. Skattur neikvæður 309 milljónir og niðurstaðan var því hagnaður eftir skatta upp á tæplega 400 milljónir sem fyrir segir, sem talsverður afkomubati frá sama tímabili árið 2025. Efnahagur Skaga stóð í tæplega 85 milljörðum í lok tímabilsins og óx 3% á milli ára. Fjárfestingarsafn, lánasafn og fjárstýringareignir eru eftir sem áður stærstu eignir samstæðunnar, en eignahliðin dró saman ríflega 2,6 milljarða á öðrum ársfjórðungi, einkum vegna samdráttar í verðbréfafjármögnun hjá Fossum. Vátryggingarskuldin var nánast óbreytt á öðrum ársfjórðungi en hækkaði nokkuð á milli ára eða 6%. Og eigið fé samstæðunnar stóð í tæplega 23 milljörðum í lok annars ársfjórðungs og hækkaði 1,2 milljarða á milli ára. En við skulum víkja að þróun á kostnaði, en rekstrarkostnaður samstæðu hækkaði 5,2% á milli ára eða 126 milljónir, sem svona nokkurn veginn í takti við verðlagsþróun. En hækkunin nemur 82 milljónum í tryggingastarfsemi og fjárfestingum og 36 milljónum í fjármálastarfsemi. Aðhald í rekstri sést vel á því að heildar starfsmannafjöldi samstæðunnar hefur lækkað úr 245 stöðugildum í 233 stöðugildi og samhliða þessari fækkun hefur komið til gjaldfærukostnaður í tengslum við starfsmannabreytingar sem eðli málsins samkvæmt hækkar kostnað tímabundið en lækkun á kostnaði mun koma í auknum mæli fram síðari helmingi ársins. Og við erum jafnframt farin að sjá fyrstu merki af uppfærum áherslum sem ég kynnti á síðasta uppgjörsfundi. Hagræðingaraðgerðir í fjármálastarfsemi á fyrri hluta árs lækka kostnað starfseminnar 170 milljónir á ársgrundvelli. Einnig mun útdeildur samstæðukostnaður koma til með að lækka talsvert horft fram á við í kjölfar einföldunar og fækkunar stöðugilda í móðurfélagi. Þannig að það óhætt að segja að við erum búin að setja töluverða vinnu í átt að einföldun og kostnaðarhagræði innan samstæðunnar á undanförnum mánuðum. En færum okkur yfir í gjaldþol og eiginfjárstöðu. Gjaldþol samstæðu hækkaði á milli fjórðunga og stóð í 1,3 í lok ársfjórðungs á meðan gjaldþol trygginga
í tryggingarekstri hækkaði í 1,48. En að ræða stöðu gjaldþols að teknu tilliti til arðgreiðslustefnu og endurkaupa. Og félagið greiddi 760 milljónir í arð á fyrri hluta árs í samræmi við arðgreiðslustefnu félagsins, en auk þess stóð félagið í endurkaupum á sama tímabili. Fyrsta endurkaupaáætlunin var að fjárhæð 720 milljónir króna og lauk hún í lok maí og önnur endurkaupaáætlun allt að 500 milljónum hófst í byrjun júní og lýkur í dag 15. júlí. Og arðgreiðsla á endurkaup nema því samanlagt hátt í 1,8 milljarði það sem af ári. En þrátt fyrir að ávöxtun fjárfestinga og afkoma í fjármálastarfsemi hafi verið undir væntingum, þá er gjaldþol okkar sterkt sem að sýnir fjárhagslegan styrk samstæðunnar. En þess ber að geta að þessi styrkur var að hluta til nýttur til að auka hlutafé Fossa 300 milljónir króna á tímabilinu til að styðja við fyrirhugaðan vöxt á efnahagsbankans og aukna lánastarfsemi á næstu misserum. En áður en við ljúkum þessu hér í dag, þá langar mig til að hnykkja á nokkrum lykilskilaboðum. Grunnrekstri samstæðunnar þróaðist áfram í rétta átt á fyrri hluta ársins, þrátt fyrir áskoranir sem við stöndum frammi fyrir í rekstrarumhverfi í fjármálastarfseminni. En það er enn og aftur tryggingareksturinn sem ber þá jákvæðu þróun uppi og það er óhætt að segja að reksturinn þar sé í mjög góðu horfi. Við höfum gripið til ýmissa aðgerða til að koma fjármálastarfseminni á rétt ról í núverandi markaðsumhverfi og meðal annars lækkað kostnaðargrunninn þar talsvert. Og aðstæður á fjármálamörkuðum koma enn niður ávöxtun fjárfestinga, en eins og ég kom inn áðan þá má segja að safnið sé orðið varfærið, enda vægi skuldabréfa hefur aukið talsvert og við teljum það að vera rétta nálgun í núverandi markaðsumhverfi. Og við erum þegar farin að sjá fyrstu merki þess að uppfæra áherslu sem við farin að skila sér kostnaðarliðinni heilt yfir í samstæðunni og við munum sjá enn meiri áhrif þess á komandi fjórðungum. Og gjaldþolssamstæðan sterkt eins og ég vék inn á áðan, þrátt fyrir arðgreiðslu og endurkaup á fyrri hluta árs. Og við teljum að félagið sé í góðri stöðu til frekari vaxtar og greiðslu til hluthafa kjósum við að gera það. En þar með lýkur yfirferðin í dag og mér langar til að opna fyrir spurningar úr sal. En áður en við tökum fyrstu spurningu að þá langar mig til að minna á að það er frekar ítarefni að finna í kynningunni sem var send út á markaðinn áfram og það er hægt að hafa samband við okkur hvenær sem inn á fjárfestingartengsl@skagi.is ef að það vaknar spurningar. Einhverjar spurningar úr salnum? Og svo ekki að þá þakka ég kærlega fyrir komuna í dag og óska ykkur gleðileg sumar.